Ég mjög mikill aðdáandi Sherlock Holmes og þeirra saga sem að fylgja honum oftast og sérstaklega nýju þáttaseríurnar á BBC. En já, það vantar þýðingu. Devin, could you get Friðberg and get translation? En það er sérst Sherlock Holmes og Watson, þeir fara í gennum alls konar ævintýri og ég heyrði þessa frásögn einu sinni af Sherlock Holmes og Watson þar sem þeir fara að tjalda og þegar þeir fara að tjalda að þá fara þeir að sofa kvöldið eins og mennilegt fólk gerir og svo allt í einu nóttina að vakna Sherlock Holmes og hann vekur Watson upp og segir horfðu til stjarnanna og segðu mér hvað ályktun þú dregur. Og Sherlock Holmes, ef þið veit hvernig karakter hann er, þá horfir hann á aðstæður og dregur ályktanir frá aðstæðum. Ef hann sér hérna eitthvað á hendinni þinni og þá dregur hann ályktanir hvað varst að gera í daginn og svo framvegis. Og hann segir, horfðu til stjarnanna og segðu mér hvað ályktunin þín er. Og Watson horfir upp og hann hugsar í smá stund og hann segir, ja, miðað við að það séu svona margar milljónir stjarna til og miðað við það að það séu margar milljónir plánetur til í alheiminum að þá er mín ályktun sú að líklegast eru við ekki eina lífformið í öllum alheiminum. Og Sherlock Holmes horfir á hann svolítið svona disappointed og hugsar þetta er ekki svarið sem ég var að leita að. Hann svarar, nei Watson, hálfvitið þinn, það er búið að stela tjaldin okkar. Þannig að punkturinn var, ertu búin að fatta að við erum sofandi undir himnunum? Og það er ofta sem að við missum algjörlega af punktinum og ef þú ert í hjónabandi þá gerist þetta rosalega oft eins og Svavar rosalega oft segir allavega í byrjun, þetta lagast rosalega út af því að núna erum við basically hinn fullkomnu hjón þetta kaldan en í byrjun þá var þetta rosalega mikið að ég misti algjörlega af punktinum. Hún sagði það er allt í góðu og ég misti algjörlega af því að það voru ekki orðin í þeim aðstæðum sem skipti málið á hvernig hún sagði það. Já, það er allt í góðu. Einhvern veginn, ég átti að fatta ekki bara hvað hún var að segja, heldur hvernig hún var að segja það og að draga ályktun út frá því. En mjög oft misti ég algjörlega á punktinum sem gerði mér rosalega paranoid og ég var alltaf að spyrja, ertu viss? Ertu viss? Og ég man bara sjálfur eftir ég var grunnskólakrakki. Maður fattaði ekkert hvað lífið snerist það er einhvern veginn maður bara svona vafrandi eins og zombie, veit ekkert til hvers er maður en að allir grunnskólakrakkar held ég að séu bara á þessu stigi sem að missa punktinum í nánast öllu sem við gerum. En hvenær er það orðið slæmt? Það getur verið slæmt þegar þú missur algjörlega punktinum við hvað makiðin er að reyna að tjá til þín en hvenær er að missa punktinum orðið mjög slæmt fyrirbæri? Og ég myndi segja að það er orðið mjög slæmt þegar þú ert orðið kennari. Þegar þú ert orðið að kenna öðrum hvað þetta snýst allt saman en fattar sjálfur ekki hvað þetta snýst, þá er það orðið mjög slæmt. Og sem ég líka segja, það verður mjög slæmt þegar það kemur einhverju mikilvægu. Eins og, hvernig má ég að giftast? Hvenær eigum við að giftast? Er ég tilbúin að giftast? Hvenær ætla ég að eignast börn? Og svo framvegis. Svo getur þú verið að pæla í stórum fjármagns eða hvernig þú ætlar að eiga það peningunum þínum, kannski kaupa þannig bíl eða þetta hús, mikið af peningum, mikið af ábyrgð og þegar það er eitthvað mikilvægt í húfi þá er mjög slæmt að missa punktinum. Og ég myndi segja að trú er það er það mikilvægasta sem við dílum við. Því að flest allt annað, hvaða hús þú kaupir, hvaða bíl þú kaupir, það hefur varanleg áhrif en líkamleg áhrif og ekki eilíf áhrif. En hverju þú trúir, hvað þú gerir við Jesú Krist, hvernig þú lifir þínu lífi, frammi fyrir Guði, það hefur eilíf áhrif. Og þannig að ég held að það sé slæmt, mjög slæmt, að missa punktinum þegar það kemur á trú. Nú, það eru fáir, við erum að fara að lesa á eftir farisea, það eru fáir sem voru búin að íhuga minnstu details af trúnni eins og farisearnir. Þeir voru að hafa rökræður steiktustu hluti. Farisearnir, hvað var að vinna? Var að vinna ef þú varst að bera þetta mikið af kílóum? Var það ekki að vinna eitthvað hinsegin? Þeir voru að pæla rosalega mikið í reikningunum. Og rétt eins og Watson, þá pældi hann í svarum. Það hugsa hann, þetta var ekki bara eitthvað fyrsta sem hann sagði. Hann var búinn að hugsa málið
Hann dró ályktun, þrátt fyrir að hann var búinn að hugsa málið, þá missti hann algjörlega af því hvað Sherlock var að biðja hann um að fatta. Og það var búið að stela tjaldinu. En í ályktun þeirra, og farisæjarnir þá var horft á þá sem heilaga, mjög fróða, trúarleiðtoga, en í ályktun þeirra þá misstu þeir algjörlega af því að þeir voru syndarar og þurftu á frelsi að halda. Og fyrir okkur er viðvörun að þú getur eytt öllum þínum tíma í pæla í pingulitlu horni af trúnni en ekki sé heildarmyndina allan tíman. Þú getur endalaust verið að pæla í einhverju hebresku eða grísku orði. Þú getur verið endalaust verið að pæla í einhverjum sérstökum spádómum. Þú getur endalaust verið að pæla í einhverjum númerum. Hvað þýðir 666? Hvað meinar hann? Hvað er 144.000? Við erum með alls konar hugmyndir fullt af smáatriðum í okkar trú og gleymt algjörlega að sjá heildarmyndina. Og það var það sem farisæjarnir gerðu. Mér langar að við lesum þennan texta, þetta er svolítið langur texti. Þetta eru Mattheusarguðspjall 12, 1-21. Það er einhver annar sem er sterkari rödd til í að standa upp og lesa það. Já. Þessa mundir fór Jesus Sáland á hvíldardegi. Lærisveinar hans kenndu hungurs og tók að tína korn, öx og éta. Þegar farisæjar sáu það, sögðu þeir við hann: Líta á, lærisveinar þínir gera það sem ekki leyft að gera á hvíldardegi. Hann svaraði þeim: Hafið þér lesið hvað Davíð gerði þegar hann hungraði og menn hans? Hann fór inn í Guðs hús og þeir átu skoðunarbrauðin sem hvorki hann né menn hans og enginn nema presturinn mátti éta. Eða hafið þér ekki lesið í lögmálinu að prestar vanhelga hvíldardaginn musturinn á hvíldardögum og eru þá sakað? En ég segi þér, hér er meiri musturinn. Ef þér hefðu skilið hvað felst í orðunum, miskunnsemi viljið ekki fórnið, myndu þér ekki hafa sakfellt saklausa menn. Því að mannssonurinn er herra hvíldardagsins. Hann fór þaðan og kom í samkundu þeirra. Þar var maður með visna hönd og þeir spurðu Jesú: Er leyfilegt að lækna á hvíldardegi? Þeir hugðust kæra hann. Hann svaraði þeim: Jú, á einhverju er eina sauðkind og hún fellur í gryfju á hvíldardegi, myndi hann ekki taka hana og draga upp úr? Hve miklu er þó maðurinn sauðkindinni fremri? Það er því leyfilegt að gera góðverk á hvíldardegi. Síðan segir hann við manninn: Réttu fram hönd þína. Hann rétti fram höndina og hún varð heil sem hin. Þá gengu farisæjarnir út og tóku saman ráð sín gegn honum hvernig þeir gætu náð lífi hans. Þegar Jesús var þess vís fór hann þaðan, margir fylgdu honum og alla lækna hann, en hann lagði ríkt á við þá að þeir gjörðu hann eigi kunnan. Þannig rættist það sem sagt er fyrir munn Jesaja spámanns: Sjá þjón minn sem ég hef útvalið, minn elskaða, sem sál mín hefur þóknun á. Ég mun láta anda minn koma yfir hann og hann mun boða þjóðunum rétt. Eigi mun hann þráttan í hrópa og eigi mun raust hans heyrast á strætum. Brákaðan reyr brýtur hann ekki og rjúkandi hörkveik mun hann ekki slökkva, uns hann hefur leitt réttum til sigurs. Á nafn hans munu þjóðirnar vona. Amen. Þetta er mannaði texti sem við erum að díla við í dag. Og hvíldardagur er ekki eitthvað sem við hugsum rosalega mikið í nútíma samfélagi. En þetta var grífilega mikilvægur hlutir þá. Kannski eitthvað sem við ættum örugglega íhuga meira sem kristnir í dag. Í Gamla testamentinu þá hvernig Guð horfir á hvíldardaga er mjög alvarlegt. Í Gamla testamentinu fylgir dauðarafsing að fylgja hvíldardaginum ekki. Þetta er svolítið svona, fyrir mér er svona eins og Guð segir að hafa gaman, skemmtið ykkur þessa 3 daga á árinu, annars verðið drepnir. Hvílið ykkur, annars verðið drepnir. En það tekur þetta mjög alvarlega. Þannig að þessi áskorun á Jesú, þegar við erum að lesa þetta, þá hugsaum við, ok, hvað er málið með þetta? En farisæjarnir, þegar þeir voru að ásaka Jesú þetta, þá voru þeir ekki með eitthvað svona smá ásökun í huga. Þetta var leiðin þeirra, ein af leiðunum til þess að reyna að drepa Jesú Krist. Ef Jesús Kristur myndi ekki geta svara fyrir sig, þá gæti það leitt til mjög alvarlegra ásagna. Og hvíldardagurinn var settur upp sem þessi fyrirmynd upp á hvernig Guð skapaði í 6 daga vannan, skapaði hann og 7. daginn hvíldi sig. Þannig ættum við að skapa og vinna í 6 daga og hvíla okkur á 7. dagi. Og í samfélagi eins og okkar, þá held ég reyndar, ef við myndum
mismundi innan kristinna trúar hvernig fólk horfir á hvíldardaginn, sem horfa á þetta sem tímabil að þegar Jesús Kristur kom þá var hann hvíld okkar og við göngum inn í það. En margir gleyma því hvíldardagur til dæmis hluti af boðorðum 10. En við sjáum að í samfélagi eins og okkar, ef við myndum leggja upp við að halda hvíldardag, þá myndum við líklegast standa svolítið upp úr að sýna að líf okkar eru aðeins öðruvísi, að við getum stoppað í samfélagi sem alltaf í gangi, alltaf að leitast í næsta hlutin. Ef þú vilt hafa eitthvað fyrir stafni þá mjög auðvelt að gera það endalaust og alltaf. En þegar við demum okkur í textan þá sjáum við að í fyrstu 2 messunum að eins og vanalega farisæðinir mættir vælandi yfir einhverju sem Jesús að gera. Það lítur út fyrir að gerast frekar oft að þegar Guð mætir á svæðið þá kemur annarkvort trúleysi og mætir honum eða svona dauð trúabrauð og mætir honum og reyna að slökkva það sem Guð að gera okkur á þannig. Og Gamla testamenti á þessum tíma var mestumegni á hebresku. Hebreska á þessum tíma var dautt tungumál. 400 árum áður var Ísrael leitt út úr Ísrael og það var leitt inn í óvinaland þar sem hafa talað annað tungumál og tungumál Ísraela breyttist rosalega mikið úr gyðingana og þeir byrjaði að tala arameiska mestu leyti. Og arameiska var mjög öðruvísi heldur en hebreska. Reikningarnar voru allar áfram á hebresku og þá þurfti menn sem kunnu hebresku til að segja rauninni þetta það sem reikningarnar segja. Þetta það sem Guðs orð segir við okkur. Og vandamálið við að farisæðinir voru að sjá þetta hlutverk. Og þá þeirra hlutverk að útleggja fyrir fólkinu hvað segir Guð til okkar. Þetta var að bögga mér smá. En vandamálið við það sem farisæðinir gerðu, þeir gerðu mjög lítinn greinamun á hvað Guð segir og hvað okkar hefð. Hvernig okkar túlkun á því sem Guð segir. Og það sem var að gerast við lærisveina Krists, það sem þeir voru að gera var ekki ólöglegt samkvæmt Gamla testamentinu, það var ólöglegt samkvæmt hefðunum sem að farisæðinir voru búið til. Og þetta svo ég myndi kannski standa hérna í dag og ég myndi segja ef þú kristinn einstaklingur þá mætir þú á sunnudögum í jakkafötum og með bindi, rautt bindi. Allir kristnir klæða sig svona. Þeir myndi horfa og hugsa þú ert hálfviti, það sendur ekkert þetta, þetta í grískun ykkur staðar, hvar finnur þetta? Sama tíma var þetta raunverulega það sem farisæðinir voru að gera. Og það sem fólki hafði ekki þá var að þeir gátu ekki skilið reikningarnar, þeir kunni ekki hebreskuna, gátu ekki sagt. Og þetta mjög mikið eins og kannski kaþólska kirkjan var á miðöldum. Latína var dautt tungumál og prestanir kunnu latínu. Þegar fólki kom til prestana, segja hvernig get ég haldið mig frá því að fara til helvitis? Já, það verður gott kannski fyrir fjölskyldunum að kaupa kirkjubekk fyrir okkur. Þá muni Jesú vera alveg pottet sáttur við ykkur. Þetta geti gert ýmsa hluti til þess að eiga inni svona greiða hjá Jesú þegar þeir standi fyrir framan hann. Þetta var sem farisæðinir voru búin að gera. Þeir voru búin að búa til klæðaburð, þeir voru búin að búa til hefðir, þeir voru búin að skilgreina fyrir þig hvað það þýddi að vinna á hvíldardegi. Þeir vissu að það átti ekki að vinna en þeir tóku upp á sig að skilgreina hvað vinna var. Og til að svara farisæðunum þá byrjar Jesús á því að vitna í reikningarnar. Og hann nefnir hann að Davíð konung og hann vitnar í 1. Samúelsbók 21. kafla. Og í þessum aðstæðum þá Sál sem konungur Ísrael að reyna að drepa Davíð sem Guð búinn að segja að hann muni taka við af Sál. Davíð á flótta og í þessum aðstæðum þá fer hann inn í musterið og hann borðar skoðunarbrauðin sem var bara fyrir pestana. Og hann mátti þetta ekki. Og ég var að lesa út af því að ég reynda pælt í þessu ógeðslega oft en aldrei svona dempt mér í textanum að skilja þetta raunverulega. Það mikið, ég hef ekki gefið mér nóg tíma til þess að stoppa. En ég pælt í þessu og mikið af þeim sem að svona biblíuútskýrendum í heiminum voru að tala að þeir voru að hallast að því að Jesús væri raun að segja að fer eftir aðstæðum, að fer eftir hver það og þá það í lagi ef að Guð myndi fara inn í musterið þá mætti hann auðvitað gera það sem hann vill og það hann Guð og hann setur reglunar og Davíð var Guð smurði þannig að hann mátti gera þetta og þannig að það sem Jesús að segja að það fer eftir aðstæðum
hvað það er að vinna og hvenær þú mátt gera hluti og hvenær þú mátt ekki gera hluti. Og Davíð, ég held allavega, og ég fer ekki oft á móti biblíuútskýrendum út af því að ég tel mig bara ekki hæfan í það oftast, en ég held að það sem Jesús er að gera hér er ekki að segja, þetta var í lagi fyrir Davíð, ég held að segja ekki að segja að þetta var allt í lagi, heldur var hann að benda á að farisæðinir á þessum tíma horfðu mjög upp til Davíð konungs. Jável, á þessum tíma var hatað til dæmis Betseba rosalega mikið. Betseba var konan sem dró Davíð í synd, þetta var Davíð sem kallaði á hana. En fyrir farisæðunum þá hötuðu þeir Betseba svona mikið út af þeir elskuðu Davíð konung svo mikið og hefðin var orðin svo að kalla hann ekki einu sinni eftir nafninu sínu sumstaðar, að þeir kölluðu hana bara konu Úría. Þegar Davíð svaf hjá henni, lét svo drepa Úría sem var kallinn hennar. Og þannig að þeir horfðu ekki upp til Davíð, svo sáur henni ekkert af því sem að Davíð hafði gert. Og hérna er Jesús að segja, heyru, hetjan ykkar er hér að klúðra málunum. Hvað ætlaði að segja við þessu? Ég hef aldrei heyrt ykkur predika þetta. Ég hef aldrei heyrt ykkur tala að Davíð hafi klúðra málunum. Eina sem ég heyri er lof. En hér er Jesús að segja, muni eftir þessu sem voru klár brot á lögum Guðs, og þið segið ekki neitt, en hér kem ég og brýti ekki einu sinni á lögum Guðs og þið komið strax vælandi. Þið komið strax, sjáðu hvað hann er að gera, sjáðu hvernig hann er að brjóta á lögum og hann er ekki einu sinni að brjóta á lögum. Og fyrir mér þetta bendir á hversu auðvelt það er fyrir okkur að finna sök í þeim sem að við metum ekki mikils. Hversu auðvelt er það? Að þegar við fílum ekki eitthvað, þegar eitthvað er búin að tala illum okkur, þegar okkur líkar ekki við eitthvað sérstaklega mannesku, hversu auðvelt það er fyrir okkur að segja, já, hún hagar sig svona, eða sjá alla þessa galla í henni. En þá sem við elskum og þá sem við lofum, auðvelt að sjá framhjá þeim. Hér eru þeir að reyna að finna sök í bókstaflega fullkomri persónu. Og þeir ná samt að finna sök samkvæmt sínum skilning. Jesús klárar að sýna hræsni farisæana þegar kemur að Davíð, en hann fer beint inn í annað dæmi frá reikningunum og það er vinna prestana í musterinu á hvíldardeginum. Og hann spyrir þá, hvað með prestana sem vinna? Þeir eru að vinna og það er hvíldardagur, en samt eru þeir ekki að vanhelga hvíldardaginn. Þeir eru að halda reglunar. Guð sagði þeim að gera þetta. Hann afsakar ekki það sem Davíð gerði, heldur færir hann yfir í prestana. Þeir vinna í musterinu við að fórna fyrir hönd Ísraels, verk skipað af Guði sjálfum, en eru þó að vinna á hvíldardag. En þó brutu þeir ekki hvíldardaginn samkvæmt reikningunum út af því Guð gaf þeim þessa vinnu. Það sem að Jesús er að segja, ekki öll vinna er vinna. Ekki öll vinna vanhelgar hvíldardaginn. Og í seinustu viku þá lásum við að Jesús kallar þá þreyttu til sín og hann segir, þeir sem eru þreyttir, þeir sem eru þunga byrðar, komið til mín og byrði mín er létt og mitt er ljúft. Hann segir henni að lifa fyrir mig, ekki undir ok þessa hefða sem þið eru búin að skapa fyrir ykkur, þessi falskt trúarbragða sem þið haldið að bjarga ykkur. Hann er ekki að segja það, hann er að segja, komið til mín og mín byrði er létt og mitt er ljúft. Og þetta er meira heldur en bara líkamleg hvíld. Hann er ekki að tala um að ef þið komið til mín, þá verður líkaminn ykkar endur nærður. Eins og ég fengi að upplifa síðustu vikur og ég er svona þakklátur að mestuleyti fyrir þetta. Ég bað Guð að hjálpa mér að vakna snemma út af því að mér langaði að byrja að vakna snemma til þess að eyða tíma í orðinu og byrja daginn á að biðja. Og ég var bara að ströggla rosalega við það í myrkrinu. Ég bað Guð, viltu ekki hjá mig ná þess að vakna snemma, og allt í einu byrja ég að vakna klukkan korter í 5. Eitthvað svona, gat ekki fara að sofa aftur. En þetta kannski til ykkar, passa ykkur hvað þið biðjið Guð að gera. En þannig þá er hann ekki til dæmis þannig að ég er mjög þreyttur líkamlega.
Þegar Guð svarar þessari bæn, þá er ég ekki endurnærður líkamlega, en ég er endurnærður samt. Þú getur séð kristinn mann og hann getur verið með bauga, hann getur verið handónýtur líkamlega. En á sama tíma, þá getur þú séð mann sem að andi hans og sál er endurnærð. Og þú veist, þetta ber okkur að spyrja spurningur, hvað er að vinna? Get ég 1-3 tímum á dag til þess að biðja og stúdera orð Guðs, pæla í öllum þessum reikningum sem er mjög mikil vinna, ef þú pælar í því? Get ég gert það á hvíldardegi en samt ekki brotið hvíldardaginn? Get ég hjálpað bróður að systur að hjálpa þeim að flytja og samt verið að halda hvíldardaginn? Get ég sett upp veislu fyrir fullt af fólki en samt haldið hvíldardaginn? Það sem Jesús er að segja þér að ef þú ert að sinna þjónustu sem Guð hefur gefið þér, þá ertu ekki að brjóta hvíldardaginn. Þetta sem þú sér prestan í musturinu, þá sérðu hérna lærisveinarnir að fylgja mér. Jesús segir, ég er meira en musturið. Þið horfið fram hjá því að prestanir eru að vinna út af því að þið horfið á musturið og þið áttu ykkur á að þetta er skipað af Guði, þetta er merkilegu hlutur. Þetta er stórmerkilegt. Þarna er Guð og Jesús Kristur segir, Guð er hér. Ég er meira en musturið, ég er mikilvægara en musturið. Og þessir lærisveinar, jafnvel ef þið væru að brjóta á Gamla testamentinu með því að tína, með því að vera að vinna, þá eru þeir að vinna út af því þeir eru alltaf Guð. Og hvað eru þið að gera? Þeir eru að sinna sinni þjónustu og þannig segir hann að jafnvel ef þetta væri vinna þá eru þeir svangir vegna þess að þeir eru að fylgt Guð allan daginn. Jafnvel ef þetta væri vinna þá væri þetta ekki vinna sem vanhelga hvíldardaginn eftir svo prestanir inn til þjónustuna. En Jesús er ekki búinn með sína ræður og samræði við fariseina, heldur vill hann benda þeim meira á hræsni þeirra en betur. Og fariseini reyna að leggja snör fyrir Jesús Kristus og tala hvort það sé leyfilegt að gera góðverk á hvíldardegi. En það sem Jesús bendi þeim á er að segja, þið horfið á dýrin og þeir eru tilbúin að hjálpa dýrunum. Þið horfið á þjáning á dýra og þeir eru strax tilbúin að hjálpa þeim. Svo horfið á mannesku sem er að þjást og þið horfið algjörlega framhjá þeim. Sjáu þið hræsnina í ykkar eigin lifnaðarhátti. Horfið þið meira upp til dýra út af því að þau getur fætt ykkur eða þau getur mest pening ef dýri deyr, en þau horfið á manneskjur og hugsið, hann getur ekkert gert fyrir okkur, hann getur ekki gefið mér neitt. Það sem Jesús er að gera er að benda á hræsnina í hjarta þeirra og þeirra trú verður ekkert meira en einhverjar kaldar, dauðar hefðir og hugmyndir og felur ekki í sér djúpa ást til Guðs og djúpa ást til annarra, þá verður þetta afleiðing trúar. Þannig er maður að drukkna, það er hvíldardagur. Skulum aðeins pæla í guðfræðilegum kenningum áður en við tökum einhverja ákvarðanir. Getum við bjargað þessum manni? Er hann kallaður til þess að drukkna bara okkur? Núna var ég að taka fram fyrir hönd Guðs ef ég myndi sveigja mér inn. Hvernig væri að vera þessi manneskja? En dauð trú leiðir að sér svona hugmyndir, svona steik. Það sem að ást fyrir Guð er farin og hefðir eru komnar í staðinn. Það sem að ást til fólks er farin og afstæður hugmyndir hvað það þýðir að elska fólk er komið í staðinn. Og hræsnin var að þeir sáu meira virði í skepnu heldur en mannesku sköpuð í ímynd Guðs. Og því miður þá er það ennþá að gerast í dag. Ef þú trúir á okkar Guð, þá verður svo trú að leiða til ást til Guðs og ást til annarra. Það er það sem trú okkar, það sem Guð er búinn að segja að lögmálið innifélur í sér. Þú getur uppfyllt allt lögmálið með því að elska Guð og elska aðra. Samt einhvern veginn sjáum við fólk í kringum okkur og
Við sjáum það samfélag leitandi eftir einhverju raunverulegu og ég sé bara hversu oft ég fjall, hversu oft ég hef fallið og hversu oft ég held áfram að falla. Ég get ekkert gert betur til þess að segja frá lífinu sem er Jesú Krist. Sál okkar allra leitar í skapar okkar, hvort sem að við viðurkennum það eða ekki. Sál vina okkar, vandamenn okkar er að leitast eftir Guði, hvort sem þau viðurkenna það eða ekki. En oftast þá sé ég hversu auðvelt er að falla í þessa gryfju sem farisæjarnir voru komnir í. Hversu auðvelt er að pæla í afstæðum hugmyndum. Hversu auðvelt er að hugsa guðfræðilega hvaða innifelur í sér að elska fólk í staðinn fyrir að fara út og elska fólk. Lifandi trú. Mér langar að geta grátið yfir raunveruleika þess að fólk fyrir utan er að deyja. Fara til helvítis hverjum einasta degi. Fólk fyrir utan er að þjást. Út af því að það finnur ekki það sem andið er að leita að, eða það vill ekki sjá. Og það eru allt og fáir á Íslandi. Þess vegna eiginlega græti líka yfir því bara hvað er auðvelt fyrir kristna að fara af þessu landi. Ég hef strögglað við hugmyndir að fara af þessu landi út af því að mér finnst það bara hóplist land til þess að vera í sem kristinn. Af hverju ekki að fara til Bandaríkjanna sem er fullt af heilbrigðum kirkjum sem við getum bara verið hluti að og verið góðir meðlimur og verið að dreifa fagnaðarundurinn sem við erum í vinnunni. En það eru margir, og ég man þegar við vorum að byrja kirkjuna, það voru margir trúarleiðtogar sem sögðu við mig að fólk hefði sagt sér að þetta væri gröf predikarans. Þetta væri bara svona staðurinn þar sem að ef þú vilt að þjónusta þín endi í Guðs ríkinu, þá ferðu til Íslands og drepst þar. Að þrá þín til Guðs, þrá þín í að elska fólk og dreifa fagnaðarundurinn degi strax út. Og því miður eru margir sem láta þetta stoppa sig í þessu. Það verður að hugsa, ok, Guð er sá sem gefur mér líf. Guð er sá sem gefur okkur líf. Ef við ekki að fara út að segja frá. Mér langar svo ekki það. Kannski er þetta bara ég er tilfinningarlega hæft manneskja. Ég græti ekki mikið, en mér langar að geta grátið. Mér langar að geta hágrátið yfir sálum sem að leitast eftir Guði, en veit ekki hvað er leita. Leita í alls konar drasli, alls konar vímum, alls konar efnum, alls konar fólki. Láta pressuna sem Guð á að bera yfir á maka sinn og algjörlega eyðileggja hjónabandið sitt út af því að manneskjan getur ekki verið Guð. Mér langar að geta grátið yfir þjóð okkar og það sem við sjáum farisæjarna að gera er hjarta þeirra var kalt. Að trú þeirra var bara afstæðar hugmyndir í haustum að þeim og þeir sá ekki einstaklingi þjáningu. Meira þess að hvernig þeir tala hann. Þeir eru að nota hann sem snöru fyrir Jesú. Nota þessa mannesku í þjáningu til þess að lokka Jesú inn. Til þess að ná honum lögfræðilega út af því að þannig er hann að brjóta hvíldardag. Það getur kannski fengið að drepa manneskuna sem er að tala svona ofta mót okkur. Magna. Það sem við sjáum að Jesús gerir, hann kemur og hann leiðir eftir þessa villitrú sem farisæjarnir voru með. Hann lagaði falshugmyndir þeirra og lagði þær í gröfina og sýndi hræsni þeirra og ávöxt trúa þeirra sem er að lögmáli sem þið þekkið svona vel, punkturinn á bakvið að vara að elska fólk og elska Guð og þið gerir hvorugt. Þið talið bara afstæður hugmyndir en gerið ekki til þess að elska fólk eða elska Guð. Þið lofið Guð með vörum ykkar út af því að þið eru guðfræðingar en þið lofið hann ekki með hjörtum ykkar. Hann kom og hann boðaði, Jesús Kristur boðaði punktinn á bakvið Gamla testamentið. Og hann sýndi ekki bara, hann talaði ekki bara punktinn, hann sýndi hver er ávöxtur af þessari trú. Þetta er ekki bara dauð hugmynd í haustum á mér, þetta leiði til þess að hendur mín og fætur það gerir eitthvað. Hvernig ég tala, það breytist. Og þetta Jésús, það breytist ekki, það var fullkominn alveg frá byrjun.
En hann sýnir fyrir okkur, hann fordæmi okkar. Að trúin leiðir ekki bara til þess að við erum með mjög gott hugmyndakerfi í hausnum á okkur. Það leiðir til þess að við sýnum að við elskum fólk. Það leiðir til þess að við finnum fyrir þjáningu fólks. Og það sem ég elska, ég að lesa Francis Schaeffer okkur núna. Það svo margir trúar svona, hann svona, hvað apologetics, trúvarnafræðingur. Það mjög margir trúvarnafræðingar sem tala alltaf bara svona afstæðum hugmyndum. Hvernig ætlar að leggja fram, rústa þessum í rökræðum eða svo framvegis. Francis Schaeffer kemur alltaf annað slagið og talar þungan. Og manneskjan á móti glötuð sál. Ef að manneskjan snýr sér ekki frá sínum vegum til Guðs, þá hún glötuð sál. Og við ættum að gráta yfir því. Ekki hugsa að vinna þessar rökræður, eða koma vel út í þessum aðstæðum. Við ættum að hugsa, það mun ekki finna raunverulega hamingju í þessu lífi eða í eilífinu. Ég elska það. Og það Francis Schaeffer að sýna okkur að þetta ekki bara dauð hugmyndafræði í hausnum á okkur. Guðfræði, ef það leiðir ekki til að hendur okkur á fætur gera eitthvað, að orð okkar breytist, að hugsunarháttur okkar breytist, þá trú okkar dauð. Við sjáum það í Fariseurum. Orð að skipta engu máli ef hún leiðir til þess að þau elska ekki einu sinni fólk. Og hann kom og hann sýndi þessa nýju, ekki nýju, þessu upprunalega túlkun á Gamla testamentinu. Það sem við sjáum svo seinna að hann kom og hann var ekki svo sem var hávær að strætum. Hann segir að fólkinu, hei, ekki fara út, ekki segja frá. Þau fara út og lofa hann. Kannski svolítið vantar í dag svona hegðun. Þessi orðskviðnir 27:2 segir okkur að láta aðra hrósa sér. Láta aðra hrósa sér, ekki þinn eigin munn. Láttu óviðkomandi manneskjur hrósa þér og ekki þínar eigin varir. Og Jesús Kristur leggur þetta út fyrir okkur. Það er ekki hans rödd sem hrópar á strætónum, sjáðu hvað ég er magnaður. Það er fólk sem hefur upplifað Jesús Krist sem fer út og segir, sjáðu hvað hann er magnaður. Þannig segir hann í rauninni, það sem fariseinum voru að gera var nákvæmlega öfugt. Þeir fóru út á strætin og voru að sýna öllum, sjáðu hvað ég er heilagur. Ég er að biðja okkur núna. Eru þið að biðja? Nei, þið eru bara að versla eða eitthvað drasl. Jesús Kristur, hvað segir hann við lærisveinana? Farið inn, felið ykkur, biðjið í leinum. Guð sér ykkur þar, alveg mikið og hann sér ykkur á strætum. Ekki leitast eftir því að aðrir sé að hrósa ykkur. Það leitast til Guðs. Sjáum kontrasti á milli Jesú Kristu og dauðra trúar fariseinar. Ég elska þetta, ég elska þessi vers. Sjá þjón minn sem ég hef útvalið, minn elska það sem sál mín hefur þóknun á. Ég mun láta anda minn koma yfir hann og hann mun boða þjóðunum rétt. Eigi mun þrátt hann í hrópa og eigi mun hann raust hans heyrast á strætum. Brákaðan reyr brýtur hann ekki. Og rjúkandi hörgveik mun hann ekki slökkva. Og hann sér í okkur neista. Í staðinn fyrir að hella vatni á hann, í staðinn fyrir að drepa alveg neistan, þá blæs hann á neistan til að sjá eld verða aftur. Hann sér að við erum brotin og í staðinn fyrir að brjóta okkur ennþá meira eða skilja okkur eftir í okkur ástandi, þá heldur hann okkur saman til sigursins. Og sjáu að ég elska þetta því að John MacArthur sagði það mjög vel þegar hann sagði að þú gætir týnt þinni trú þá myndir þú týna þinni trú. Ef að trúin væri upp að mér komið að halda minni trú þá fær ég svo oft búin að missa minni trú. Þegar ég hef verið á þeim staða sem að trúin var, ég var sá sem hélt mér saman. Ég var einhvern veginn þessi brákaður eyru sem var að reyna að binda mig saman en við sjáum hér mynd af því að Jesús er svo sem heldur þið saman. Þar til enda dagsins þá var hann sem heldur þið saman.
Þú ert í hendi hans. Og spurningin er ekki, get ég týnt Jesú Krist? Spurningin er, getur Jesús Kristur týnt þér? Þá hvað ég finn miklu höggun í þessu. Ef þú ert kristinn einstaklingur, þá munt þú vera kristinn einstaklingur þegar þú deyrð. Út af því að ef þú raunverulega fatt að fagnaðarerindinu, ef Guð raunverulega hefur opnað augu þín og hjartað fyrir fagnaðarerindinu, þá er ekki að þér komið að halda trúðinni saman þegar allt annað reglulega á, þá er Guð sem heldur þið saman. Kannski að Guð láta aldrei meira á okkur en við getum borið, en það er kannski út af því að hann er krafturinn á baku okkur. Hann er sá sem að ber byrðir okkar, hann er sá sem ber okið. Og þess vegna munu allar þjóðir vona á hans nafn. Og í dag þá missa líklegast flest allir á Íslandi sem kalla sig kristna algjörlega á punktinum á baku trú okkar. Trúin snýst að vera góð manneskja, halda gott siðferði, kannski fara með börnin okkar í sunnudagsskóla. En heilstæð hugsun og Biblan sjálf segir okkur að jafnvel það góða sem þú gerir, það hylur ekki það slæma sem þú nú þegar gert. Þannig missa margir af punktunum á Íslandi en fyrir allt aðra ástæður heldur en farisænar voru að missa punktunum. Það voru mjög áhugavert að bæði farisænar og margir Íslendingar í dag þeir komast að sömu niðurstöðu. Að trúin snýst að ég réttlæti sjálfa mig. Það er ekki það sem trú okkar snýst Punkturinn er reyndar að við getum aldrei réttlætt okkur sjálf og Jesús Kristur kemur, sér okkur brákaða reyrinn og heldur okkur saman til endurlausnar. Í frásögn Markúsar á þessu sama atviki, ég held að öðrum kafla, þá kemur svolítið fram sem að Jesús segir sem að Matteus skrifar ekki niður. Hann segir, hver er ástæða hvíldardagsins? Hann segir, hvíldardagurinn var til mannsins vegna, ekki maðurinn vegna hvíldardagsins. Farisæarnir voru búin að eyðileggja hvíldardaginn með því að gera ógeðslega mikla byrði bara að það var komið hvíldardagur. Þeir voru búin að eyðileggja það sem Guð var búin að gefa þeim sem gjöf. Og líkamleg hvíld og hvíldardagur, andleg hvíld, þetta er gjöf Guð sem við ættum að halda í. Ég held að þetta er eitthvað sem ég þarf að byrja að vera mjög agaður aftur. Það er svo auðvelt að plana alla daga vikunar að gera eitthvað, vera aldrei endurnærður. Kannski að vera gott fyrir okkur að halda bara í þá gjöf sem Guð hefur gefið okkur í hvíldardeginum. Ekki bara munandi, þetta er ekki bara líkamleg hvíld, þetta er ekki bara að ég ligg upp í sófa allan dag, ég get verið að lesa orð Guðs, að vaxa í þekkingunum minn á Guði, ég get verið með krökkunum mínum, heyra öskrin og reyna eins og ég get að fá þau til að lesa eitthvað, að reyna að segja biblíusögur, reyna að fræða þau hver Jesús er, hvað hann hefur gert. Og hér eru vel menntaðir einstaklingar, lofaðir af öllum, hort upp til, hort á sem vitrir og heilagir. Og við sjáum að þeir eru að gera nákvæmlega það sem að Páll talar í öðru Tímóteusbréfi 3. Þeir eru með yfirskinn guðhræðslunnar, afneita kraft hennar. Hversu margir eru að gera þetta nákvæmlega sama? Þegar þú hugsar heilaga einstaklinga, þegar samfélagið hugsar heilaga einstaklinga. Gandhi segir svo, ég elska Jesú Krist, bara hata þá sem að fylgjónum. Ég held að hann hef ekki lesið Biblíuna. Það myndir nátt að segja á því að Jesús Kristur predikaði að Gandhi var ekki nógu góður. Lof manna, ytra útlit, bros. Þetta er allt ódýrt drasl. Að hafa utanaðkomandi, það líti allt út fyrir að við séum með guðræðsluna en að afneita krafti hennar er handónýtt trú. Og tilhneiging okkar gæti verið að segja að þetta er farisæjalandamál. Af hverju voru þeir alltaf að klúðra málunum? Gátu þeir ekki retta einu dóti rétt? Af hverju voru þeir alltaf að væla við Jesú? Þetta er ekki farisæjalandamál, þetta er manns hjarta, það er vandamál. Þeir mistu ekki af punktinum því að það var erfitt að finna punktin. Þeir mistu á punktinum því að þeir vildi ekki sjá punktin. Þeir vildi ekki sjá ég synd.
Ég ekki von, ég get ekki retta mig sjálfum. Mér langar að fólk sé halda áfram að horfa á mig sem heilagan, horfa á mig sem vitran, klappandi mér á bakið. Vandamál ekki farisea vandamál, þetta ennþá vandamál í dag og það ekki farisear í dag. En þó eru samt farisear í dag. Kannski ekki titill, en þannig farisear að þeir gera nákvæmlega saman hlutin. Og eins og svo oft, þá eldar veraldleg blessun sem andlegt krabbaminn. Að þeir fengu lof frá manneskjum, þeir fengu þægindi, þeir fengu líkamlega blessanir og það leiddi til þess að andið þeirra tortímist. Það endar í því, endar í dauða. Þetta var ekki nógu gott. Og þegar þið standa fyrir framan Guð, þá var allt þetta drasl. Öll þægindin, öll lof manna, öll orð þeirra skipta ekki máli. Það sem skiptir máli þegar við stöndum fyrir framan Guð er hvað sér hann. Og gott dæmi þetta er mjög Ísland. Við sjáum að leið og Ísland gengur ekki ennum velgengni, þá hættir Guð að lofa hinn eina sanna Guð og byrjar að gera Guði úr ýmsu öðru. Praktískum Guðum, kannski peningum eða eignum eða jafnvel sjálfum sér. Kannski til þess að enda þá langar ég bara að segja þetta bara. Vandamál fariseana var ekki of miklar áherslur á kenningar og ekki hjartað. Það var heldur ekki dauður rétttrúnaður sem vantaði verkin. Vandamáli var að þeir tilbáðu annan Guð. Þeir voru sínir eigin Guðir. Lögmálið, eins og við sjáum í Rómarbréfinu 3, var sett til að sýna það að við þurfum á Jesú Kristi að halda og við þurfum á frelsara að halda. Þeir horfðu á það sem tækifæri til að sýna þeirra eigið ágæti. Men ég vona svo innilega að trú okkar leiði til ást. Leiði til þess að við elskum Guð. Að við gerum hann dýrlegan út af því að það sést á lífi okkar að þetta er ekki bara dautt trúarbragð, þetta er raunveruleg ást til Guðs. Og hann lofgjör okkar megi ekki bara vera eitthvað sem við gerum á sunnudögum eða í heimahópum. Megi það vera líf okkar. Megi trú okkar ekki vera afstæðar hugmyndir, megi það koma fram í hvernig við elskum hvort annað, hvernig við elskum aðra fólk, hvernig við elskum jafnvel þá sem hata okkur. Hvernig við elskum Guð. Þannig að við skulum biðja saman. Faðir, ég játa svo oft í mínu eigin lífi, þá sé ég hvernig trúin, hvernig hjarta mitt hefur dreigið mig í ranga átt. Hvernig hjarta okkar hefur dreigið okkur í ranga átt. Ég sé hvernig tilhneiging mannsins er að leitast eftir að réttlæta sjálfan sig. Hversu tilhneiging mannsins er að hugsa þig sem eitthvað dautt hugtak. Ég vil mennta þér guðfræðingar núna með alls konar orðaforða sem við skiljum ekki. En er ekki með lifandi trú. Drottinn, ég bið þig að þú gefur okkur visku þegar við sjáum hjarta okkar út af því að við finnum fyrir þessari byrði inn í okkur, við finnum fyrir þessari baráttu inn í okkur. Ég bið Drottinn að þú mótir hjörtu okkar, þú gefur okkur trú sem gerir það verkum að við finnum fyrir byrði, fyrir ljúri byrði, að við mögum horfa á fjölskyldu okkar og vini okkar og ég megi raunverulega finna fyrir því, Drottinn. Megi finna fyrir þjáningunni, megi finna fyrir sársaukanum, megi finna fyrir þörfinni til þess að tala þig, til þess að beina til þín, til þess að lifa þér til dýrðar. Megi við, Drottinn, sem kirkja, hafa lifandi trú, megi trú okkar leiða okkur að því að elska þig betur. Ekki bara með orðum okkar heldur, hvernig við notum hendur okkar og fætur, hvernig við tölum við fólk. Megi trú okkar leiða okkur nær þér. Sjáum að þú settir fordæmi þar sem að þú elskar,
þá sem komið til þín, þar sem þú fannst þjáningu fólksins og þú mættir þjáningu fólksins. Og þú hefur ákveðið að nota okkur sem tól í þinni hendi til þess að predika þitt orð, Drottinn, megum við finna fyrir þeirri ánægju en fyrir þeirri byrði. Drottinn, hvernig munið þið heyra ef enginn predikar? Hvernig munið þið koma til trúar ef þið heyri ekki? Þú hefur ákveðið að nota þína kirkju til þess að boða þitt fagnaðarerindi. Megum við standa okkur vel í þessu, Drottinn. Megum við standa okkur vel í að elska þig og elska aðra. Drottinn, ég veit að það lýsir lögmálinu og ég veit að lögmálið er sett í staðar út af því að það sýnir þörf okkar á þér. Drottinn, en ég bið, viltu vinna í hjörtum okkar, viltu endur móta okkur, viltu gera okkur líkari þér okkur einasta degi. Þessi ári, Drottinn, megum við læra betur og betur og líkast þér. Að þegar við tölum, þá tölum út þín orð. Drottinn, þegar við mætum, jafnvel hatri, megum við mæta með ást. Megum við mæta með kærleika því að þú hefur ummyndað og umbreytt hjörtum okkar. Ég bið, Drottinn, að trú okkar megi vera meira heldur en einhver afstæð hugtök. Megum, Drottinn, leiða til þess að við gerum þig dýrlegan með lífum okkar. Þú ert magnaður Faðir. Við þökkum þig fyrir að við fáum að þekkja þig. Við þökkum þig fyrir að við höfum hvort annað. Og ég bið, Drottinn, að styrkja okkar kirkju. Viltu hjálpa okkur að gera þig dýrlegan. Hjálpa okkur að taka þitt orð alvarlega. Hjálpa okkur, Drottinn, að endur breytast. Fyrir verk heilags anda megum við umbreytast. Hjálpa okkur, Jesús. Í Jesú nafni.